mennta- og menningarmálaráðherra, ágætu gestir og samstarfsfólk. Það er ánægjulegt að vera hér með ykkur á ársfundi stofnunar Rannsóknasetra Háskóla Íslands sem haldinn í ár, en rétt eins og í fyrra með breyttu sniði eða alfarið í fjarfundi. Með þessu móti geta allir, hvar sem þeir eru staddir, fylgst með fundinum. Því er þó ekki að neita að nú þegar við sjáum fyrir endan á þeim heimsfaraldri sem gengur yfir heimsbyggðina, erum við farin að hlakka til að geta einnig hist í persónu. Þessar mundir eru 20 ár síðan fyrsta rannsóknarsetur Háskóla Íslands var sett á fót á Hornafirði. Óhætt er að segja að starfsemi rannsóknarsetranna hafi eflst og sannað gildi sitt við eflingu rannsókna, háskóla og atvinnustarfsemi víða land og aukið tengsl skólans við sveitafélög, stofnanir, fyrirtæki, félagasamtök og einstaklinga á umleiðinum tæpum 2 áratugum. Nú er svo komið að Háskóli Íslands starfrækir 10 rannsóknarsetur allt land og á síðasta ári voru starfsmennirnir alls 54 talsins. Alls voru ársverkin 28 sem nokkur fjölgun frá 2019. Helsta skýringin sú að 13 sumarnemar í átaki stjórnvalda og með styrk úr nýsköpunarsjóði námsmanna unnu við setrin fjölbreytt verkefni síðastliðið sumar. Viðfangsefni rannsóknarsetrana eru jafn fjölbreytt og þau eru mörg, en þau fást meðal annars við rannsóknir á lífríki hafsins, umhverfi og landnýtingu, hvölum, fiskum og fuglum, ferðamálum, bókmenntum, sagnfræði, fornleifafræði, þjóðfræði og nú síðast jarðfræði. Í byrjun árs hófst starfsemi við nýtt rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Breiðdalsvík, en fyrst sinn verða jarðvísindin megin áhersla í rannsóknum setursins. Háskóli Íslands og Náttúrufræðistofnun fjármagna sameiginlega starf verkefnistjóra við setrið sem meðal annars mun koma að verkefnum í tengslum við borkjarnasafn Náttúrufræðistofnunar Íslands sem staðsett er á Breiðdalsvík. Ég vil þakka sérstaklega mennta- og menningarmálaráðherra, formanni stjórnar Breiðdalsseturs og forsvarsmönnum sveitafélagsins Fjarðabyggðar fyrir stuðning við málið og gera Háskóla Íslands kleift að koma því á fót. Á síðast ári hófst einnig starfsemi að nýju í Vestmannaeyjum með ráðningu hvalasérfræðings í starf akademísks sérfræðings. Rannsóknirnar þar snúa einkum að háhyrningum, hegðun, hljóðum og ferðum þeirra. Unnið er að því að tryggja fjármögnun starfseminnar í Vestmannaeyjum til frambúðar svo hægt verði að setja á fót sjálfstætt rannsóknarsetur Háskóla Íslands í Vestmannaeyjum. Mikilvægur áfangi náðist á árinu en framlag mennta- og menningarmálaráðuneytisins til starfseminnar til hálfs árs 2021 var tryggt. Þrátt fyrir fjölgun starfsfólks hefur markmiðið að á hverju rannsóknarsetri séu 2 fastir starfsmenn enn ekki verið náð. Fjármögnun gegnir veigamiklu hlutverki við eflingu rannsókna og nýsköpunar og áhersla hefur verið á uppbyggingu rannsókna aðstöðu og annarra innviða rannsóknarsetrana á undanförnum árum. Mikilvægt er að treysta enn rekstur rannsóknarsetrana til að gera þeim kleift að ná að fjölga fastráðnu fólki, efla innviði og þar með styrkja enn frekar starfsemi setrana. Góði gestir, Háskóli Íslands leggur ríka áherslu á að þjóna landinu öllu og að vera þannig í reynd háskóli allra landsmanna. Það er sannfæring Háskóla Íslands að rannsóknarsetur hans auðgi atvinnulíf, menningu og mannlíf í byggðunum þar sem þau starfa og stuðli þannig að farsælu og blómlegu samfélagi. Þessar mundir stendur stefnumótun við Háskóla Íslands yfir þar sem áfram verður undirstrikað að háskólinn sé leiðandi afl í framþróun samfélagsins sem vettvangur nýrra hugmynda og lifandi samstarfs rannsakenda, nemenda, atvinnulífs, stofnana og þjóðlífs. Háskóli Íslands lítur á rannsóknarsetur sín á landsbyggðinni sem mikilvægan þátt í að hrinda þessu markmiði í framkvæmd. Ég vil að lokum
Þakka starfsfólki Rannsóknasetra Háskóla Íslands og ráðgefandi nefnd stofnunarinnar fyrir frábært starf á umliðnu ári. Kærar þakkir.